Velkomin Danni. Takk fyrir. Þátturinn skiptistöðin með meistara Danna. Ánægður að fá þeim. Ég segi þetta örglega hverju meinustu þættu og eftir að segja þetta í komandi þáttum að minnst alltaf erfiðast að byrja þáttinn en einhvern veginn með því að tala það þá byrja maður að rúlla bara strax þaðan. Þannig að nú er ég búinn að tala það og þá get ég byrjað að spjalla. En ég hafði nú samband við út af einni ástæði og þetta eru þetta svona samfélagsmein sem virðist aldrei vera hægt að vinna á almennilega. Þetta er alltaf til staðar. En það er einelti í barnaskólum sem er þetta hræðilegt. Það er eitthvað sem á þessu tíma erum við að mótast inn í framtíðina og heilin er að forritast og þroskast í sína átt og þeir sem verða fyrir einelti á þessum tímum á þessum aldri, grunnskóla aldri þeir þurfa að glíma við það eða mest allir sinna ævi. Þetta er eitthvað sem yfirgefum mann aldrei. Það er alveg 100% rétt að móta sig alveg bara sem bara karakter og þú sækir og sem ekki inngrip inn í þetta finnst mér að það mitt teikar allan á það. Sérstaklega fer eftir hvað það byrjar, hvað er inngripið og svo framvegis. Núna þessi mín skólaganga og eingreinast aðalega bara að einasti félagslega útlokun eða upplifð mínu hefur alltaf verið þannig vera rosa mikið fór til dæmis í Ísaksskóla það var svona fólk sem átti erfiðleika og líka bara svona komið sér fyrra stað eða svoleiðis hefur verið svona eða var alltaf mín upplifun sem hefur verið sagt fyrir Ísaksskóla það er svona ekkert með sterkt minni með það gagnvart í svo bara með tímanu þróast eitthvað en ég alltaf fyndi þegar maður skrýta að segja þetta upp og fynda svona smá innan með mér maður er ekki kannski eins og flestir bæðið sem er jákvætt og neikvætt sem er fólk bara hvernig svo fólk tekur í en alla skólagöngunum mína hef ég þannig upplegað mig að einhver leiti sem öðru þessi eins og einelti félagslega útilokun og eitthvað svona byrja þess að fer frá Ísaksskóla yfir í Selaskóla og við hefur alveg verið svona vegameta í samskiptum hvernig er bara að mótast að vera að leika þess að ég átti einn eða tvo vini af því ég var ekkert það var ekki mikið í íþróttum ég var ekki mikið félagslega í leikum eða eldast stelpur ég átti vini og vorum ofta þá bara maður bara að labba í hringi og skoði kringum okkur og eitthvað svoleiðis þannig að mitt teik hefur oftast verið og sem ekki móta sig fer úr Selaskóla úr í Árbæðaskóla og hefur verið teika þar finn ég alveg miklu meira fyrir einelti og það alveg finna svona félagslega útilokun hvað fólk er að gera bara í lífinu og þannig þess að fikta við að reykja, fikta við að drekka eða fikta við bara svona fóta sem smá áfram og ég var bara mjög ekki að finna mig og það er að finna mig í skóla fer úr Árbæðaskóla yfir í Fjölbraut í Breiðholt og það var svona smá vonanesti sem ég á að ég átti einn vin sem ég bara leiðilegur að ég hengdi mig bara smá á og hún átti vinahóp sem var þar sem það var svona við getum sagt að þeim tíma svona smá verið svona the cool kid fólk sem var í nefndum, fólk sem var í morfís eða morkvargi og ég hengdi mig svona og mótaði mér alveg smá tengsl við það fólk og náði og ég veit ekki að það er að ég var komið mér lágpunti úr 10. bekk og verið mikið mikið svona bara eitthvað svona einveru sem hefur mótast gagnvart í ég fann alveg smá vonanesta yfir þegar ég kynnistu fólki á vonanesta gagnvart í ég finn mig alveg svona að hefur alltaf verið svona uphill battle bara skólaganga svo skiljið rétt nú heyrði ég einu sinni bara svo séum það
þekki nú einn og ekki hvernig einhelti var en það er óþarf að við förum eitthvað nánar út í það. Það er alltaf mín Ok, takk fyrir það. Þetta er auðvitað viðkvæmt málinu þannig að ef það er eitthvað sem þið þykir óþægilegt að tala þá bara stoppar með þetta og ég veit eiginlega ekki almennilega hvað ég má spyrja eða bara spyrja, ég er mjög opinn annars þá bara segi bara kýsa að gera það en ég er mjög opinn manneska. Já, ég sá þið það var ekki Vísir sem tók viðtal við þig á sínum tíma Já, Vísir það er að brennslan sínum tíma það held að það var Kjartan, ég man ekki hvað heitir, Kjartan eitthvað, var með brennsluna, er með eitthvað núna fótbolta eða körfubolta þátt á Götu Svort. Hann var með brennsluna, hann og Hjörður Hafliða og er ykkur Facebook-vinir og svona bara ykkur kunningar og ég átti ykkur svona, þá var smá fræðsla gagnvart því og var spyrja bara mitt take á innistu, hvernig ég tókst á við það og svo framvegis. Ok, og ég las þetta á sínum tíma og ég heyrði á sínum tíma, það var ykkur þegar ég var að lista í heimsóknumir, ég man ekki hver það var, en það var ég bara, ok, maður, og þá sagt bara, já, herru, ég var í skóla með honum og þetta einhelti var rosalegt, það bara sárt að hugsa tilbaka, það sem Greiði Danilendi sagði hún sko við mig, það var ykkur stelpa hjá mér, ég man ekki hver það var. Og við talaði nú við þig og aðeins eftir þetta og ég var stoltur að þetta er þeir sem lenda í svona þeir oftast ídæði bara til hliðar þeir tala ekki það við neitt af því að það er ákveðin skömm sem fylgir þessu einhvern veginn það sé svona tabú að ég lendi í einelti þegar ég var lítill það er eitthvað sem enginn eiginlega segir en finnst mér bara frábært að þú varst að hugra okkur að leiða að fara í þetta viðtal og koma hér en mér langar að spyrja sko sem ég með skólagönguna en að var þetta það bara alveg frá byrjun þangað til í Fjölbraut í Breiðholti? Já, ég myndi að segja að hafa byrjað með svona félagslega útilokun hvort að fólk er meðvitað það ekki að vera öðru segja gleru eða hvernig sem er mér fannst ég alltaf finna fyrir einhverju leyti að þóttu hvort að meininga ekki hjá fólki bara hei, við erum bara að spila 4 og 4 þú ert bara 8 að tala þegar mátt gera getur gera eitthvað svona maður var rosa mig kannski eitthvað svona en á aðdragandinn meira bara í Árbæjarskóla sem aðdragandinn eins og í sérkennslu og verið þannig formatið var að það voru bara 2 minnstur sem voru að bara annar sem var minn liggum svona minn en ég og hann ákveður bara þá bara að taka mig fyrir í staðinn fyrir að verða tekin fyrir þetta er svona kannski var bara með svona viðhorf bara kill or be killed sem að kannski brútal hugsun en bara mín nálgun var kannski þannig ég fann alveg fyrir yfir að manneska var ítakalega að bara leita svona leiðum eða félagsskóladót eða vera með okkurlega tilburði hendi með hlutum og vera svona var alveg byrjar að vera aðdragandi rosa mikið og ég byrjar að smá að bara leita leiðum til að ekki vera í skólum var náttúrulega búin að fara svona hefðbundar leiðir að vera gagnvart í en ég mynd á degi þeirra hæða það var talað alltaf sín tíma að manneskjan átti við eitthvað geðra vandamál og það var svona skjöldur viðkomandi yfir í að var ekki meðvitaður hvað hann var að gera svona. Ég vil samt meina að halda því fram að manneskjan hafa alveg verið ég veit ekki hvort og langt að segja að siðblindur ekki en hvort að börn geta að vera meira að minna en fullorðnir en mitt teikar þannig að ég vil meina að mig hvort alveg verið meðvitaður að hvort hann hafi gaman að því við varum svona báðum áttum en mitt teikar á það en ég lenda í 2, 3 alveg svona brútal árum umfram var alveg rosa aðdragandi en áttu náttúrulega alveg námsaröki skólameistari áttu alveg ykkur svona samtöl við hinn og þessa gegnum þetta og mamma alveg bara stundum fyrir hlutum að því leyti en svo lendir ég bara svona einn daginn
að viðkomandi reynar þá bara ráðast að kennara Sami viðkomandi. já, sami viðkomandi Já, ok. bara, með minna að var skæri eða hlutir, með minna að vera bara en það var bara svona, það er bara að hinga ekki lengra sem ég fannst það bara alveg svona ákveð flott skref að mannska var það bara fjallega en settum það líka sama level gagvart í 2 ár hjá mér 1 dagur í kennara en þannig að Já, fjalla þá bara, hann var búin að vera á þér í 2 ár síðan ræðist hún að kennara og þá hendur út og þá einhvern veginn bara ræðist að kennara Það er hræðilega upplifun, þá verður þú þetta upplifað bara, herru, er ég svona lítilsvirði? Já, er nemyndir meira gagvart í þá var átt eitthvað samtal við hann og átt alveg svona komar kannski svona cool down tímabil í einhver daga viku eitthvað svona eitthvað besta minni gagvart þessu en hefur alveg verið og vera svona manneskan svona ég hef svo alveg lent tvisar eða þrisar í viðkomandi í viðkomandi bara gagvart í svona bara og við bara nánast bara svona eins og köttur og mús bara tilfengu bara þú sér viðkomandi eitthvað svona og hann bara markmið hans bara náðu þér eða hræða þig umfram ég lenti í einu atriði þá var kom alveg marg á síðan og kallaði í Árbæ bara sækja mat ég man ekki hvað ég var að gera og hitti með það viðkomandi og manneska bara eitthvað horfa eitthvað svona á mig og reynir eitthvað að slá bara randomni í timmin það er líka grúlega Hvenær var þetta, segirðu? Þetta var að koma þetta var í Skalla í Árbæ þetta var bara í það svipaði hverfi og við múum báðið náttúrulega í Árbæðaskóla. Ok, já. En þetta nokkur ár eftir Árbæðaskóla. Ok. En það segir bara að manneskjan bara alveg samum stað og stund. Já. Og svo eitt skipti lendi líka á menninganótt í miðbænum og reynir eitthvað svona það er satt með vinafólki og það bara horfur það reynir eitthvað rífi í mig og það Skúli Vilberg með mér og hann bara hvað þykir þú að gera og bara hvað þekkir þú eitthvað að veislinga hann með okkur, þetta vinn okkar ok, og bara ég bjóst ekki við þessu manni skætti vini eitthvað svona lalla var alltaf með skýtkast umfram leiðindi, umfram bara svona óþar leiðindi sem alveg verður rosa mikið meira sér lendi það svo í því nú er ég búin að vinna á sama stað í 9 ár og ég fekk nánast bara nett bara svona panic attack að kom nú held ég eitthvað svona 5 ár síðan 4 ár Ok að koma hann bara upp í vinnutíminn og bara henda rusli fyrir eitthvað fyrirtæki og svoleiðis. Já. Ég þekki yfirnans hvar sem bara hvar sem nánast eitthvað. Hitt að ég veit ekki hvort hann þekkt mig svona, ég er náttúrulega þannig sem nægilega svona haldalega smá róð afgræðan, hann hend bara sín rusli. En svo ég bara í bullandi bara taugast yfir að síðan eftir x tíma og bara finn fyrir bara rosa bara x-sjokki bara með viðbara sem við komum til Kemur allt bara upp já, og finna rosa mikið man ekki að henda fyrir eitthvað byggingafyrirtæki eða svona aðalega fyrirtæki kom til mín en það ítt alveg rosa mig og ég var bara í alveg góða 20 mínútur hálftíma og það þurfti bara í kóldæðinu og vasklas og mér en einu sinni átt samtal mig að það að vilja svona reyna svona make amends þessi maður, ok svona, var svona fyrir samt svona þetta og reynt eitthvað svona og ég bara ekkert máli eitthvað vilja hitta hann og það var eitthvað smá svona saumur en svo meira svona færist bara yfir svona að reyna að rétt þetta hefðin svona að mér leið svona mín upplifun ég var jafn mikið svona þú varst alltaf með augrandi tilbúri sagði hann það? Já, og við erum bara eitthvað svona bara viðhorfið þitt var bara svona hann var basically bara
þannig að maður er ekki að leitast eftir fyrirgefningu, hann var bara að reyna eitthvað að friða samviskun sína, eitthvað svona, ég veit ekki hvað það var. Þannig að núna er það komið mörg ár síðan þetta er að hef séð viðkomandi eða hitt hann eða eitthvað svona. Þannig að þessi manneska situr mjög mikið í mér og núna hef ég haft alls konar vini umfram og bara út af þessu, þannig að þetta situr alveg mjög, ég var alveg ákveð að móta mig hvernig manneska ég vill vera og reyn vill ekki vera upp að því að ég mjög hreinskil manneska, ég mjög svona opin manneska. Já. En ég alveg veit líka ekki mikið hvað mörki mín eru. Það er að fyrir svona hlutum. Nú eru margar leiðir sem fólk díla við þetta og þegar að margir lenda í einelti á verða það svo reiðir. Ég skynja það ekki hjá þér og þeir verða svo rosalega bitrir líka margir og ég skynja það ekki heldur í þér. Ég skynja bara einhvern veginn að þú vilt bara gleðja alla og ert bara og það sem ég heyri það verðist allir dýrkaði, Já, ég vil meira þetta hljóma gett einfalt eða jákvætt mindset að segja the winning mentality, að ég vil allir vinni, ég vil að við vinnum í podcastheiminum, ég vil að ég vinnum í ræktaheiminum eða svo framvegis gagnvart í, ég vil að bara fólk gangi almennt vel. En svo lengi sem að gera nánast ekki kannski að kostnaður annara að það er alveg líka að gagnast í. En ég átt alveg mína eitthvað svona reiði mómenti en það er bara svona en það bara skilur sig bara ekkert mikið eftir sig að vera reiður eða bitur bara it is what it is en það réttlætur samt ekkert meira hegðun að minna meira. En svo er reyndar eitt vendipunktur sem ég hef smá pælt í verið sem leita í áfengi, sem leita í fíkniefnum, sem leiðandi gagnvart í díla við hluti og það vera með alls konar hluti. Ég alveg hugsa hvort að það hefði verið öðruvísi nálgun hjá mér. Núna átti ég þannig segja að þekkti alveg fólk í hverfinu og áalveg flestir í dag eru fjölskyldufólk og svoleiðis. Flestir hafa átt einhver erfiðleika varpaskóla bara með hegðun eða vímuefni, áfengi eða svo framvegis allavega umfram. Og ég alveg hugsa að hefði ég verið skilgreiningin eins og the cool kids að byrja að drekka í 8. eða 10. bekk og verið meira hvort það hefði breytt miklu eða breytt betra verði og horfa á þetta þannig en það hefur verið ekki gagnvart í. En svo hef ég rosa mikið leita í á yngri árum eitthvað svona félagslega samþykki sem kannski einmitt má skrifast kannski á einelti, geta skrifast á marga hluti. Ég er alveg pælt í gegnum árin og það verið núna átt alls konar vinni litrika, ekki litrika góða, slæma það er mjög mismunandi hvernig fólk sér hluti fyrir mér fólk stundum ósammála því hvað heimurinn svart og hvítur hjá mér en það bara mitt teik sem gagnvart í þannig að ég tek öllum með þessu segja jafn mikið hvort þú heitir Jón Bóndi eða Jón Stóri þá ert þú bara Jón fyrir mér fólk finnst að geta svona skrítumentaldi að þú getur bara meðtekið fólki bara eins og en viðhorf mitt alltaf bara verið þannig. Já, það verður ekki dæma mikið, dæma fólk nema að gera eitthvað svona hræðilegt auðvitað. Blessu sér minning Jón Stóra, ég og hann vorum mjög góð vinnir á sínum tíma og hengum mikið saman og það eitt skemmtilegst maður sem ég hangi með, hann var svo orðheppinn. Já, það líka mjög fyndið að ég leti geta sagt svona eina skemmtilega sögu svona ekki bönnuðin 18, þannig að ég gaf ekki. Þátturinn bönnuðin 18, þannig að það flýgur allt í þessum þætti. Já, ok. Það hefur verið nefnilega einmitt og verið, ég heitti svona litrika á tímabilinu þá fór ég með vinnufólki og allavega
í eftirparti til hans og allt í góð með það og eitthvað svona við erum eitthvað að spjalla eitthvað svona svo eitthvað kanntu við mannganginn og bara já, svona ágætlega það kom að tefla það var bara mér lítið eitthvað svo eitthvað og við erum eitthvað að tefla og spjalla og fá okkur glas og eitthvað svona alltaf eitthvað svona og svo hringir dyrabjalla kemur pizza og alltaf bara það er mjög skemmtilega lítið að vera ég veri í eftirparti með honum og tefla og svo að fá sér glas og borða pizzu það er svona mjög svona litrikari svona sem maður hefur átt í þetta í fórstíðinni með þessu en ég 100% með það með hann svona skemmtilegur karakterum ég vil til dæmis meina mikið eins og það hafa verið mjög miskilin en fólk alltaf mjög miskilið á góðan og slæman hátt það var mjög miskilin sko þeir gerðu svona grílu úr honum fjölmiðlarnir alveg rosalega grílu hann var ekkert svona slæmur sko og jú, hann var alveg að gera eitthvað en hann var í heimi það sem eru bara reglur, lög og reglur og hann var eitthvað flokkaður undir að vera handrukar eitthvað svona og settu niður þannig og fólk verður að skilja það í þessum heimi þá eru handrukarar bókstaflega þar sem lögreglan hérna með við línuna það þarf að vera handrukarar annars far bara allir að svíkja alla og kemur bara algjör lögleysa þarna þannig að handrukarar halda svolítið svona undirheimunum saman það þessi fólk átti sig ekki á sko en ég leit aldrei á hann þannig hann var meira sko við slóðumst eitthvað saman og hann var svona slást en Jón hann var líka alveg með fullt af strákum sem höfðu lent undir í lífinu og var að passa upp að það og það er aldrei talað um þá hlið sko og þeir voru alveg fjölmargir sko það var, ég geta sagt að það hefur verið svona smá einn af þeim líka áttalega hérna þessi vini með honum og verið gaggar því og mér var það reyndast mér alveg mjög vel á sín tíma líka Hanna mammans og svo systir hans pínir vinir í dag og það bara þessu segja en það líka svo til dæmis svona kynntistu til dæmis það að gera góð það gegnum fjölskyldinu hans á sín tíma það var meira skemmtilegur karakter og manneskæmi sem hafa mjög stórt svona impact á mig bara karakter sem hann var hjartað og umfram gaggar því hann á til dæmis mjög stóra part af hjartanu mínu og ég sakna hans mjög mikið það gerir ef fjölskyldan hans hefur líka verið reynst með mjög vel og verið með ofan í það sem hún tala félagslega samþykki fann ég alveg fyrir samþykki gagnvart í að geta verið ég að vera svona samþyktur að ex-fólki eða eitthvað svoleiðis mér fannst ég alltaf þurfa á yngri árum einhverja viðurkenningu eða hei, vilt þú vera eða vilt þú koma þangað eða svo framvegis eða í einhverju formati mér fannst ég alltaf þurfa einhverja viðurkenningu á yngri árum og vera svona likeable eða eitthvað svoleiðis alveg sækjast í því, þetta skiljanlega þetta svona skólabóka einheltis og þegar maður lendur í einhelti og það oft fólk á Facebook til dæmis og það postar rosalega mikið og allir bara rosalega þessi manneskja athyglisjúk en þessi manneskja bókstaflega bara að sækja eftir lækum til að fá einhverja viðurkenningar, ekki athyglisjúk á þann hátt sem fólk heldur eitthvað góðu með sig, eitthvað svoleiðis hann heldur að því að þessi manneskja lítil í sér líður illa, setur myndir vonar að fá like að því að það lætur manni líða aðeins betur, það þessi samþykki ég get alveg vottað fyrir það að ég var einn af þeim sem var mjög vinsæll í Facebook statusum þegar það var vinsæll 2010, 2015 ég held að líka getur örgulega sagt að ég örgulega Facebook með í Facebook status með feeling sad feeling þetta eða að vera hendi ykkur textúr ykkur rosa dramatísku ég var rosa mikil á þessum árum að leitast í rosa mikið bara einhverju viðurkenningu og finna fyrir
3 5 100 og var eitthvað svona fá eitthvað validation fyrir líðu eða hegðun og vera rosa mikið kakvar því. Þarna, mér langar samt að við sleppum Jón Stóra, það ein saga hérna á honum bara, þarna, ég veit að hengum svo mikið saman og vorum svona ungir þá, vorum í kringu 20 og svona á ólingsaldrinum og þarna ég reyndi að kúpla úr þessum heimi sko og þá þurfti ég að kúpla mig svolítið frá honum líka og það leiðilegt við talaði samt við henni restina þarna og þegar maður að reyna að taka sig á en því miður þá fór þetta eins og en það ein saga sem ég finnst rosalega með honum sko, það sko steranir komið þarna þá sást ekkert svona massa manni svo í dag sko, það var bara ekki eiginlega alltaf til sko, það voru örfáir sem hefur komið þannig sko, en sást það ekkert á djamminu og þetta auðvitað fyrir myndaðal símana og allt það sko og það ónefndu skemmtistæðir hérna sem ég ætla nú að reynda að tala við, ég ætla að fá nú vinn minn að Stjána Ben hérna einn daginn og við ætlum að spjalla þann skemmtistæðar en þangandi þá allir að hafa það bara undir teppinu en sko síðan maður þarna og ég ætla að segja bara hann heitir bara X, við höfum það svo í nafngreiningi bara litli X, hann kallaður litli og að málið að ég með fyrstu svona alvöru kærustunum minni þarna sem ég var með í nokkur ár svona fyrsta alvöru ástin og ég var mikið niður í bæ, ég var mjög reiður en ég var aldrei þessi maður að labba með öxl utan í eitthvað heldur eiginlega öll þessi slagsmál sem allir að tala sem ég lendi í það að því ég var að hjálpa einhverjum og þarna kemur og segir við mig hei, að vera að fara að lemja X litla þarna og ég sé svona þá það Keflavík, þeir fengu sterana fyrst hjá kununum, þannig að Keflavík voru svona fyrstir til að byrja á steranum og þeir eru útisterar. Ég sé eitthvað útisteran mann hérna og veist, hann vinur minn hérna hinn nær honum hérna sko, og ég bara hleypa hann að honum og byrja að skamma bara, hvað ertu að gera? Fara að ráðast á þennan mann hérna, okkur ræðist ekki á eitthvað sem veist, í þinni stærð eins og mig og eitthvað og byrja bara að öskra á hann eitthvað hérna og hann eitthvað, og ég segi með hann sko, það eru 2 leiðir fyrir út úr þessu. Þú getur annarkvort tekið í hendina á honum og við gleymum þessum bara sem skemmtilegasta leiðin eða bara ég verða með það og hann er eitthvað, hvað gerur það ekki og þá segir ég, sko lítið á manneskjum sem situr þannig, þetta kærasta mín og ég miklu hræddari við hana heldur þið þannig að ef ég meiði þá þarf ég að díla við hana og það eitthvað sem ég vil ekki gera og hann eitthvað, ok, tók bara í hendina á litla vinnum og síðan ég bara eitthvað stað stendana og síðan tek ég eftir að þeir eru komnir 3 þarna saman og allir svona massaðir og fatta ég nema einn hann örugglega bara 150 kíló svona og sköllóttur og ég kem einhvern veginn að drífa með þessu og þá hann bara akkurat að fara að kýla X litla vinn minn nema hann snýsir einhvern veginn frá honum þannig að höggi hefði komið á hann hérna hann hefði bara kýlt á honum hausinn þannig ég hoppaði einhvern veginn gríp hennar mann fellan og hann lendir á borði ég var nú ekkert búinn að plana það bara gerist og hann andlit á hann lendir á borði og hann skerst hérna og þá koma hinir 2 á mig og það lítill gangur fyrir aftan mig sem fer aftur á bak og leiðir niður á dansskólið sko nema þá fattaði þeir eitthvað 11 eða 12 það voru ekki 3 og ég eitthvað bara oh my god nema ég með smá svona cheat code að þessu tíma þarna var ég aðeins búinn að æfa box og þetta var ennþá þeim tíma þegar það var ólöglegt að boxa á Íslandi þannig að kunni ekki að boxa og þannig ég hafði það fram með þeirra og þannig að þeir komist aldrei nema 2 að mér í einu en ég þurfti alltaf að labba aftur og bak og vera að boxa aðeins frá en ég hugsaði þeir eru svo margir því ég sé hvað þeir eru margir í ganginum og þá hugsaði bara ok, ég bara dauður ég kemst hérna, þeir fer á dansskóla því ég get ekki staðið kjur ég verð alltaf að fara aftur og bak en þá sé ég eitthvað sem eitt að óhugnanlegasta sem ég sé í þessu lífi þá þessu 140-50 kíló gaur sem svona hann samanrekinn eins og svona naut sko og sköllóttur og það byrja að blæða hérna úr hana og komi blóð yfir og ég sé hann einhvers staðar hérna á milli vera að koma og hann svona hrindur gaurunum einhvern veginn bara já, í gegnum gauruna í gegnum gangi og ég horfa hann bara vera að koma nær með hennar svip allar út í blóðið og ég hugsa bara ég að fara að deyja þessi maður að fara að rífa mér hendina eða eitthvað sko ég var mjög skelkaður hérna og síðan akkurat því ég kemur á dansskólu og hann kominn og ég bara eiginlega að verða petrified bara stjarfur og hræðslu bara oh my god það var svo mjölu þá sé ég flösku koma og ding og aftan á hausinn á honum
og það opnast bara höfulegri einhvern veginn upp hérna og allir hinni fyrir aftan við að sjá þetta svona frostnu og ég lít, og þá er Jón Stóri og hann lítur á mig og hlaupa, ég alveg, já, og hann hlupið út síðan hann að spyrja Jón, herðu, þeir voru svo margir bara, þú komst inn í þetta og bara, varst ekki trættur að vera lamin og hann lítur á mig eða móðgæður, Jón Stóri, hann lítur svona með svipa móðgæður, herðu, æjar sko, þú ert bróðið minn ef ég sé þig vera lamin þá kem ég og læt lemja mig með þér og ég var á þessum tíma að því við vorum svona götustrákar hérna og búin að eiga erfitt líf og eitthvað svona og við erum ennþá mjög ungir hérna og eftir þetta þá átti hann alltaf á ennþá sérstakann stæði hjartanum minna en þetta var svolítið Jón hann skildi ekki eftir einan alveg sama hvað varst að gangi gegnum Mér finnst að það stundum líka vanmeti við fólk það er úr undirheimum og því það mér finnst að það að vera vanmeti eins mikið er óryggjur fólk að vera hinn að þessi karakterar eitt sem það eru ekki það er loyalty sem er alveg er ekki bara skilja þig einan eftir í súpunni eftir í slagsmána atburðás eitthvað svona mér finnst mitt að teika að vera það gegnum árin og fólki sem ég kynst og vináttu sem ég móta það að ég alveg fyndi fyrir alveg freka mikli vináttu móta skakast í ákvæður svona treið og bræðarskapur í undirheimunum já, það er alveg rétt hér það er sko, ef þú kynnist réttu hópunum þetta er eiginlega undirheimunir skiptast svona tæknilega séð í svona 3 hópa það er hann sem ég kalla rottunar og rottunar hópast saman sögðu við alltaf sko en það er bara þeir fengi aldrei að vera, það er neðsta stéttin svona 3 stéttir og síðan er miðstéttin sem þú ert einmitt að tala það er bræðraástíðin og allir standa saman en það er samt lítið rúm mistök ef þú fokkar upp skilur þá einhvern veginn verður að fara það er bara svolítið svona annarkvæmt fara eða reyna að finna eitthvað leið að bæta upp fyrir það já og flestir alltaf mistakast eitthvað leiti að reyna beita bara þetta eitthvað svona ekki nema kunna það bara ekki já, ég kunna ekki en svo er svona get out of jail free card ef þú þekkir eitthvað nú svona efri stjettinni það hefur verið líka já, það eru svona kongarnir svo kölluðu sem ráða svolítið ríkjum þar sko og það er að hópast allir í kringu þá en það eru alveg stórmerkilega menn sumir og sumir er einmitt, það er þessi fáuprósentir fæðast sumir að það er svona siðblindir en sjúklega gáðar og þeir halda bestu partíin en eru mjög merkilegt að fylgjast með þeim mönnum það er nefnilega núna að segja eins og segja þóttum við séum ekki bara nefna nei við gerum það ekki en það ef við átt eins og alls konar vináttu að mynda mér alveg bæðust á svona öllum stjettum og það en það finna líka samt við útlitt mitt núna er ég þetta er 102 kíló lítur frábæðlega vel út sko alveg já, miður við það að ég var það er svona copy-paste að Harry Potter það hefur alltaf verið fyndið þegar fólk hefur séð við bara og þetta sonurinn eða bróðinn þetta var ég bara að fólk er gert þegar sér einhverja mynd með 60 kíló með gleru bara svona en þú veit að segja ég er alltaf nefnilega verið fólk hefur oftast meðtekið bara svona take it or leave it og fólk hefur alveg meðvitað tekið en svo er bara mjög mismönd eftir hvernig fólk sér þetta fólk sér til dæmis núna ef svo horfum með þessu stjettir bara skrítið að sjá bara Jón eða kongan eins og við köllum þá og sjá svo mig fólk er bara fólk sér ekki tengipunkturinn og gagnvart því sem mér finnst alveg fyndið en það er líka bara svo fólk er bara að gera upp úr sjálfa sig sko ég er með teika á þetta ég var svo mikið þarna hinum í línu ég er svona
Pabbi var með Lalla Jones og öll þessu nöfn í partíi heima ég ólst svolítið upp í svona kei og skeðviki þannig að ég þekkti ekkit annað svona venjulegt lífverðni fyrir 2009 og þá fyrir ég að skoða hvað venjulegt líf bókstaflega og kemur það, og tek eftir í að venjulega fólkið með meiri einheltis tilburði heldur en okkur tímann hann í undirheimanum þú ert bara lamin, þú ert svona að leggja alla í einhelti, það einhvern veginn þannig það bara ógnaðin tilburði það einhvern veginn við dæmum ekki útlitið þarna það einhverju fáið en þeir eru hjá rottunum en þarna uppi þá lesum við miklu meiri persónuleikana og þannig þú ert frábær gaur það allir sem bara því miður hefur bara ekki fengið tækifæri þarna í skólunum eða þú hefur mótast bara og sásökin sem hefur verið að gangi gegnum með einhelti því það ekkert annað en sásöki að lendi svona og það hefur kannski mótað í það að vera svona góðu gaur en ég held að í kjarnan ertu þeir hafa bara séð þessi strákar þetta bara æðislegu gaur og þeir dæmi ekki eins og almenningur gerði í skólum venjulegu krakkarnir heldur að bara taka þér allar að sig þegar þú ert frábær gaur því að vilja allir hafa gaman af þarna og ég verð að hrósa þér samt fyrir það ég þekkti þegar að hvað það Harry Potter en fyrir ekki svo ég klári munurinn að þetta ég get sagt þér ég svo ánægður að sjá þig bara skrokkina þér bara hvað vart orðin góður og hvernig líka hvað vart rosalega dulur og ég að vona bara að sjá þetta eitthvað úti sem að lenda í einhelti við þetta bara vona að lenda ekki í einhelti en ef þetta eitthvað skildi það þessu sem mitt teikar einfallega bara boðskapurinn sem ég boðlík alltaf hóðu ég gerði það þegar ég fór einmitt í viðtöku brennslunni á sínum tíma og þá vorum við að tala smá og eitthvað mitt teika það á gagnvart því sem þegar við verðum að opna mig og eiga umræða það þetta hjálpar einni mannesku þá líður mér bara mission accomplished gagnvart því það alveg 100% það að einhver að núti ef hann sér þig núna og bara hvað ertu að gera og það var annars sem hún gerði líka þú varst á öryrkjabótum á einhverju tímabili og ég lendi í bílsleysi fekk trailer í hliðina mér núna að koma eitthvað 9 árin á 18 var í bæjarvinninni það var rosa vinsælt svona okkar tíma sá gras og ég fekk fag og okkar hleypt fyrir vinninni með skuttla eitthvað stæðlistópastöð við komum til eitthvað hólalega beigju og kemur trailer í hliðina mér og bara streyjar bara hægri hliðina og það en það gerði mig að hluta til að sínu tíma öryrkja var eitthvað taugaskaði í bakinu og var eitthvað svona en ég finn mig alveg gagnvart því að segja tíma að til dæmis fyrir svona 8 ára síðan 8 kannski 9 hafði ég bara aldrei stigið inn í líkilvægt stöð var ekki íþróttakall, var ekki hreyfingall ofan sem mótaði mig líka náttúrulega í einastunum svona og leita rosa mikið í einveru þannig ég leita rosa mikið það hljómar súrlist fyrir fólk sem tengja í vídeospólur það heitir VHS það er fyrir fólk sem getur flett því upp eða akkur safni Google nei, ég leita rosa mikið þannig ég á bara sjónvarp og voru bara þannig sem bestu vinnir og nánast fór ég vikulega það var, þeim ennþá kóluportið ennþá þengi það en bara var miklu stærra að safna með vídeospólum ég átti örglega alveg þetta er 10.000 vídeospóla að bara einhver lagar sem var bara minn heimur og svona escape frá sem raunveruleikanum á sínum tíma en hugmyndin mín hefur alltaf verið að vera svona að vilja betur að bæta að þurfi ekki alltaf að vera að flýja eitthvað orðmynda þannig heldur að byggja upp umhverju heim sem bara svona livable orðmynda þannig en það sem ég ætlaði að segja þú vart á öryrkjabótunum og nú þetta bara enn eitt áfallið bílslysið og
þegar maður komin í svona ástæð það búið að vera svo mikið að hrynja á mann og þekki margar sem hafa lent í einelti og þeir eru bara ennþá heima á sér og þeir eru bara bryðandi geðlyf þeir bara hafa aldrei komist út í það er svona að það sem þú sko og þeir hafa ekki lent í helmingin af því sem þú lent í Danni það er svona að segja hvað þú ert þú veist sterkur maður og hvað aðdáunarvert það fylgst með þér úr þessu bara að ég man skrifa með þess að Facebook-status ég nenni þessi helvítis öryrkjabull ekki lengur ég ætla að fá mig vinnu og tætti bara í vinnu tættir í ræktina og bara gerði þér létt ég tók bara svona smá ákvörðum með tímanum að vilja breyta betra bæta svona. En svo líka bara það er líka svona ákveðið mindset gagnvart því sem ég rosa mikið að vera að fá til dæmis að ég byrjaði einmitt að fara eitthvað morgunæfingar og fólk bara hvað nennir því? Ég nenni því ekki en ég gera það bara því ég veit hvað ég vill fá út úr því og vill gagnvart því styrkast eða formast eða einhver leiti veitaleg en svo þetta bara finn ég líka finn ég rosa líka bara munur bara andlegu munur vera á þeim stað gagnvart því að vera í dag elskar hreyfingu myndi að ganga svo langt segja hans lifi fyrir hreyfingu að því leiti ég kepp til dæmis á kraftliftamóti ok, gekk það? Hvernig gekk það? Ég má spyrja herri, maður gekk bara þresi verið það að Ari Gunnarsson það er að vinur og getum gangið svo langt að segja þjálfari var að reyna maður mig og svona nótabenni að Ari á titilinn að vera Vestfjarðavíkurinn held ég 10 eða 12 sinnum held ég röð á sínum tíma og verið að keppa sterkastmaður Íslands en meir svo fara svo langt að hann hefði keppt í sterkastmaður í heimi alvöru víkingur þannig að hefur verið rosa karakter en mér gekk alveg tölvöld vel náði 200 kíló í réttstöðuliftu 100 kíló í backpressu og ég náði 160 mann rétt í nefi nice. og ég held ég að minnir ég að ná annara eða þriðja sæti ég held ég að ná þriðja sæti í flokknum mínum sem var bara þrjóðs gott með við ég bjóst ekki við og býð því það var svona meira bara það að taka þátt var bara svona sigur út fyrir sig algjörlega það ég alltaf finnst skemmtilegt gagnvart því að fyndi mig fyrir styrk til dæmis eins og einna betri minnum Íslands þetta er Jón Pál Sigmarsson sonar hans er einna betri vinni mínum algjörmeistari þannig og hann er einmitt rosa mikið svona pappa hans hann umhverja gagnvart því og það hefur rosa mikið svona skemmtilegt og það hefur líka það er líka skemmtilegt við að gagnvart í að vera bara eitthvað element við að vera bara sterkur og vera bara svona bara naut þegar kemur að því að vera bara að standa fyrir sínu og það er bara þú á móti þú elskar það mentality þitt sko. Það er bara, já, þú ert aðdáunarverður það er óvægt að segja þetta minn. Það er bara, hvort sem þú gerir þig grein fyrir ekki sko. Það er búið að leggja mikið á því og þú ekkert bara og ferð samt í gegnum það er ekki auðvelt sko. Það er erfiðara að segja en það er alveg sem gagnvart því að þú sér bara hvernig einast mótar þú sér þess að þú til dæmis örgulega á þess að kannski vilja ekki fara út í það og ef við sérum þess að hvernig einasti móta sjálfu ef við hefum átt allt til að við minnumst á það við reddum þetta einst það hefur alveg gagnvart í en svo er bara mín upplifun er ekki sama á þín upplifun og það er gagnvart í hvað við ræðum er umfram gagnvart í en líka það hvernig þú kýst að velja en ástæðan fyrir að ég var lagður í einhelti því sem barn sko var bara því ég var svo ógeðslega leiðilegt barn ég átti bara að skilja að vera lamin en já, það ekki kannski fyrst oft að segja ég ætla að segja en ég á móti það getur vel verið því húmor er líka mjög gott vörd fyrir það þannig að ég getur alveg vel verið en það er líka skemmtilegt út fyrir sig þegar horfum á það
Sorry, ættur. En það bara að segja. En ég tek líka ofan fyrir því það alveg meira en að segja utan að þátt að ég opnari en kannski eins og þú eða eitthvað Jón Jónsson í bæ. Það þýr ekki að ég sé meira maður heldur en þú en Jón Jónsson út í bæ. Það bara það að ég búin að meðtaka meira frá mínu sjónarmiði. Já, það það sem líka að gera svo aðdánu, en það eins og ég var að segja, það talar ekki einelti. Margir sem hafa lent í einelti, en fólk vill ekki tala ég að reyna að minnka það. Ég var nú að fara yfir þess að þætti sem ég er búin að taka upp og ég þarf að tala minna en sjálf á mig. Já, en það bara stundum hefur maður góða hluti að segja, stundum ekki. Já, en það og þess vegna þekki þetta á Facebookinu, eins og vorum að ræða það er rosalega margir sem halda ég sé rosalega athyglisjúkur. En athygli mín einmitt í því að oft setja inn mynd þegar einhverja selfie eitthvað svoleiðis á Facebook og bara til að fá likes og líða aðeins betur með sjálf á mig. Því að þegar maður lendir í einelti það eitthvað sem maður lærir að lifa með. Það eitthvað sem þú hreinsar aldrei úr þér en það mótar þig rosalega og það eru vissa minningar sem poppa bara upp alltaf einhvern veginn ef maður langt niðri þá virðast það einhvern veginn koma aftan að manni upp aftur ef maður þungur og lítill í sig fyrir þá koma þar alltaf einhvern veginn þessar minningar og byrja að býta onni hvað sem það sem maður að gangi í gegnum hvað og hverju. Mín minning á þér það að Facebook-lega sé það minnir mig alveg á þess að vera ofhófar finnst mér frá einu sjónum mig bara það bara hvað skemmtileg karakter og onni það að þú hvað geggjaði pabbi að því postaninu sem alveg mjög einlegur það samtölu sem áttu við dóttiðina sem rosa mikið eða þá mynd sem kemur að tala það. Þannig að ég sé frá því sjónarmiði að bara einlegur pabbi sem átt góða dag og slæma dag en alveg það en mitt take frá þínu Facebooki bara number one dad. Takk fyrir það, en það svo langt frá því. Já, en ég náttúrulega bara að segja mitt take. Já, ég skil. Þitt take alveg en svo líka fyndið að fyrst við erum að tala smá frásagnir til dæmis eftir að ég fór í fyrra viðtali og það átti nokkur svona skilabóð fólk svona smá að reyna að klóra í bakkann félagslega var ég þessi gamanneska, var ég þessi að gerði ég eitthvað og ég ágæra bara svona sópa flest undir teppi að því alltaf getur verið eitthvað nafnleika með þótt að var rosa mikið félagslega útilokun hvort að fólk gera viljandi eða ómeðjandi að því voru bara öðrum stað í lífuna ég sagði bara svona já og fyrirgeðu svona bara við alla bara til svona sópa svona undir að ég nefndi ekki svona bara eiga svona one-on-one bara já, þú gerði þetta þessi var ég fór ekki bekkaamæli á þér að ég var ekki að reika ég var ekki ekstra svona þannig ég sópa alveg smá bara undir teppi að mitt take var allavega á þeim tíma en alveg fínast fólk í dag en saman tíma móti finnst mér mjög lítið eða sameiginlegt ég segja hæ eða segja fólki út í búi eða sundu eða eitthvað svoleiðis og alltaf umfram en félagslega eitthvað svoleiðis en ég finn til mig svo rosa mikið svona að loka smá skólaumræðinni ég fann rosa mikið líflínu yfir í FB yfir í ég fann svona einn fullkomnu félagskap sem var 15 manna hópur 15 alveg sem alveg stór hópur að segja á sín tíma og 15 næra kannski í alveg það var alveg við getum sagt í samhengi svona the cool kids að það fólk sem var í nefndum fólki var svona gera Morfís var svona the main people þetta svona var að hanga svona á vinsæla borðinu út í matsalnum og svona
en svo átti ég svona líka hóp svona vandarálingarnir er orðum með þannig Já, ég náði alveg líka nefnum smá tengipunkti við sem ég átti alveg við með svona seinni tímanum gæti smá svona valið upp á sem að það er aldrei upplöfað að geta svona valkost að vera vinur og geta fengið svona velja eða sem kannski ljótt að segja velja milli en geta fengið að valkost að vera hvor mér langar að vera svona the cool kids megin eða langar að vera meira svona hvað sem er svona vandaróli sem er langar að vera aftast svona vandarólingunni eða bad boys eða eins og segir sami ég skilji. Já, mér fannst það alveg skemmtileg upplifun á sínum tíma og umfram gagvarti og allt eða fólk úr FB hefur reynst mig til dæmis mjög vel og Yndislegt. og yfir að rosa mikið flestir í dag til dæmis eru fjölskyldu fólk umfram til dæmis einna betri vinnur sem ég hef á það stelpa sem heitir Aðbjörg Marta hún reyndist mér mjög vel og bara það ganga svolítið bara svo langt að segja bara líflína bara sem karakter og tölum ég hjartgóður hún er 100 sinnum meiri en ég og var rosa mig en var líka rosa vinsæl, var rosa likeable og það sem fannst mér gett áhugavert að hún var að sjá vináttu í mér og við eigum alveg fína vini í dag hún á 3 börn í dag bara lifist að vera að mann bara lifi bara mjög góðu lífi í dag við erum alveg í sambandi og eigum alveg svona en mér það er mjög áhugavert sem ég fannst að það er gagnvart því að mér fannst ég að það án þess að fara í eitthvað sjálfsvorkun en svona mér fannst ég aldrei sjá fólk var að sjá mér fannst ég aldrei sjá það IFB mér fannst ég aldrei sjá það undirheimum umfram mér fannst ég aldrei bara sjá Hvað þú ert frábær maður áttu við? Ég var aldrei að sjá þess að fólk var að sjá mér var aldrei jafn mikið mér var alltaf horfa kannski x mikið í speil og var að reyna og ég var ekki að sjá sömu speilmynd fólk var að sjá en þá tók mér alveg tíma að sjá það því ég var alltaf eldast annarkvort með eitthvað ímynd likeable umfram og mér fannst það alltaf svona vera gagvart því en það er þessi þetta er alveg líflína af fólki sem að var og var náðulega rosa mikið en svo gefst ég alveg upp ég finn mig ekki í skólanum finn mig ekki í skólanum og það segir mér úr skólanum mamma er brálur á sínum tíma ég segi bara eitthvað við atvinnumarkaðinu eitthvað svoleiðis og hún svona að smá með tímanum minnkar þetta samskipti við framhaldsskólahópinn og það kynnist ég meira vinum okkar með að vera meira félagslegur það er að kynnast meira og alls bara öðruvísi fólki þetta fólk fyrir háskóla ég er að atvinnumarkaðnum og byrja að kynnast bara svona litrikari fólki og vera alls staðar hvergi og vera hér og þar og leita gagvart í en ég hef sem alveg rosa mikið pælt í því hvort að hver var að staðan hefði ég farið að finna mig í skólanum farið í háskóla umbram hvort það hefði haldist í sama mynstri hvort ég hefði farið fjölskyldulegin farið í háskóla fengið mig heilar vinnu Maður má ekki hugsa samt svo Nei, ég veit en ég er satt mjög þakklandur að ég reyni fór ekki að ég held ég hefði örugglega bara verið bara það var ekki góðum stað ég fann mig aldrei í skólanum það var að mamma barðist fyrir mér að fram og tilbaka ofin í sérkennslu ofin í hinn og þessar hlutum og eitthvað svona en það var alveg mér held ég hvað ekki að segja vonbrigði og samtíð sár yfir ég hafi
ekki fundið mig í skólanum Já, en það bara svona mismunandi eftir í hvað það vera gagnvart því. En ég þess vegna mjög þakkláttur að ég kynnist þér og kynnist fólki svona þannig ég það ánægður þannig hlutaskipti en ég veit alveg fúslega eins og ég segir ég hef alveg pælt í eins og tvisvar að vera hvernig það vera gagnvart því. Já, sko, ég hef alveg dótt í þetta og ég held að þetta sé að versta sem fólk gerir hvað ef ég hefði tekið þessa stefnu í lífinu, hvað ef ég hefði mig betur með fyrstu kærustunum minni eða hvað, og hvernig hefur lífið mitt orðið þannig og við megum ekki gera það, af því að niðurstöðun verður alltaf neikvæð, við fáum aldrei neitt í ákvætt, af því að ef við hugsaum okkur lífið verður betra þannig að hefði ég gert þetta, þá er það samt neikvætt, af því að það er alveg 100% en þú átt bara, maður á allir eiga bara að hugsa, þetta er lífið mitt, þetta er reynsla mín, ég er komin hér og aldrei að líta tilbaka og hugsa hvað ef ég hef tekið þessa beygju þarna það er þú bara mátt það ekki það er eitthvað sem fólk verður að velja sig af getur þess að segja þegar það heimsækja minningu getur alveg heimsókt minningu en svo verður þú bara muna bara koma tilbaka algjörlega, ekki fara þarna út og lifa síðan lífi út frá þeirri minningu það er bara, frekar að vera bara, hvað get ég gert í dag núna er ég á krossgötum hvert vill ég beygja á þessari krossgötu akkur það sem ég er hér, því ég get bókstala gert það sem er núna og ég gæti gert þá, kannski ekki upplega sama með kærustunni, en það getur komið ný kærasta eða eitthvað, það er svo margt en við lokum þessu dyrum með því að lifa í fortíðinni, þá fyrir við líka bara að senda neikvæð og orka okkur af því að við verðum alltaf bitur ef við lifum í fortíðinni við verðum alltaf sár og það dregur úr okkur. En nefnilega hlutaskipti sem ég horfa að einmitt því kynnist fólki, það kynnist einna bara betur mönnum sem ég kynnst og ég kannaði titlaði nægilega bara með tímanum einna betri vinnu mig en þetta er Brynjar Valdimar og ég kynnist honum mjög mikið svona hrókur allsins fagnaða mér finnst þannig að líka svona að því að það sem gagnvart í ég tengi mér rosa mikið við hann og á rosa góða vináttu en hann var líka einmitt sem áttalega bara sína djöfla svo það að gagnvart í en var mjög vinsæll, var rosa mikið og það einmitt ég fann rosa mikið svona samkennd og náðarlega bara að tengja mig við hann félagslega og átti rosa mikið sterka tengsla hann átti líka og var rosa mikið svona vinsæll var allstaðar og hvergi að því leiti af allir og hafa verið þekktan og ég var alveg mjög stoltur mér er raun alveg sama hvort að hann var svona á sama stað að kalla mig besta vin sinn eða svo frammeðis en það var eitthvað svona betri svona hlutaskipti sem ég fyrst þegar ég mitt horfið svona fram í tíman og aftur í tíman en það var líka eitthvað svona aðdragandi sem breytir mig að hann fellur frá á það á sínum tíma það er núna komin held ég ég held að sé 9 eða 10 ár síðan það fellur frá og þá er alveg bara og mér finnst það svona besta leiðin bara sem fellur að svona ákveðið spilaborg hjá mér af því og gerum rosa mikið að hlutum saman og áttum svona sterkan hóp í kringum okkur eitthvað svoleiðis og mér finnst mér það ég lendi í alveg á mjög svona slæman stað svona upp á bara í haustnum hvað maður stendur í lífinu og eitthvað svoleiðis og einmitt ég þá mjög svona grimmur í tilfinninga því ég með tilfinninga vera og nota það einmitt þá samfélagsmiðla mjög mikið það yfir eitthvað svona örugglega fannst eitthvað það sem ég herði alveg smá á sínum tíma eitthvað overkill en þetta var bara eitthvað mín leið að klást við það og ég var alveg gagnvart í Hvað er þetta símiðin?
Það er alltaf aftur Alltaf, við stressmugurinn, já, en þannig að mér fann þess að þá hverfur bara smá spilaborg við það við því Það var svolítið öryggið þitt sem sagt já, ég bara ekki upp og félagslega og vera gaggart í svipað eins og svipað sér framhaldsskóla og var þessi Aðalbjörg var svona líflínan kannski X-hóp og vera það hætti mér rosa mikið bara að vera sama allt og alla en að gæsalappa og ég hætti þá að eltast við bara eltast við bara fólk eltast við tilfinningar og að reyna meira þá bara vera bara meira bara pæli hvað ég að gera og hvað mér langar að gera og byrja rosa mikið bara að vera svona smá einfari upp á því leiti og það ef mér langaði að fara í fjallgöngu eða labba upp í Esjuna og það var bara kortir í stormi þá bara gerði það og fólk bara með ykkur hóstu og bara einn nefndir því bara já Ok en eins og segi, hann var ákveður ekki á sín tíma Já, ég heyrði það þið þótt mjög vænt hann en gaman að heyra samt að þú rifið á frá því hann hefur greinlega verið svona öryggið þitt og þú hefur svona ekki alveg verið búin að móta svona einstaklingin að vera svona einstakling sterkur en þú ert alveg klálega búin að gera það en hann hefur greinlega hjálpað þér í þá leið alveg helling sko og gera hann ennþá í dag gaggast í það hljóma afslátt að segja að maður að tala við fólk sem fallið frá en ég finn mig alveg rosa mikið stundum að þegar heimsækjan að eiga samtal við hann hvort sem hann náttúrulega ekki að tala mig á móti en ég finn alveg fyrir þetta hann hefur rosa mikið móta mig Já, það er gott að vendarengil og kannski vakir hann yfir en þetta daginn í dag. Já, vonandi. En nú svo förum við aftur út í eineltið og þarna eineltið á samfélagsmiðlum. Það er eitthvað á sko finnst þér ekki sturla þess að sjá sko við erum með hérna fullur fólk allir hérna einn daginn berjast út eineltið þegar skólan að byrja til dæmis þá kemur alltaf svona átakið og þá sérðu allt þetta lið sem alltaf að rífa kjaft og trillast og leggja einelti, það alltaf bara, já, við erum að móta einelti og síðan það bara strax komið í að bíða eftir næsta liggjandi manni sem það getur sparkað í, eitthvað sem það gerir mistök og þá bara, yes, hérna er löglegt einelti, þú veist. Bara kommentarkerfið DFF í nótskun liggur við. Algjörlega, og þetta er svo sturlað þetta lið að gera sér ekki grein fyrir þessari hegðun sinni að sama tíma og ég held sko að við getum ekkert útkláð eða komið einelti úr grunnskólum fyrir en þetta fólk fyrir að hegða sér aðeins betur opinberlega því að þegar þú sér fullur og fólk hegða þessu svona okkur að ég hefði mér eitthvað vel þegar þetta liður að hegða þessu svona Hvað ég myndi alltaf líka að segja bara jákana að því bara hvað fólk bara krakkar bara í samfélaginu orðin grimmir það bara next level algjörlega það bara ævar með ská eyru og byrja að liggja og fara bara finna bara photoshoppa mynd bara alveg eyru svo fer þetta bara okkur síðu eða Snapchat eða MSN sem lendir upp og svo bara allt í henni kom mynd bara eitthvað dreifingu og manniska bara traumatized og bara alltaf með húfi að þau enginn mann sá eyrun eða bara manniska bara ská augu eða einmitt þetta pissar undir fólk bara leitast grimdin í fólki bara það mér finnst það grimmt að vera hundar sem í krökkum heldur en fullar einstaklingur. Já, oft í krökkunum og það að því að við gerum okkur ekki grein fyrir hvað erum að gera sem börn. Það er vandamálið að við erum bara svo ótrúlega heimsk þegar við erum börn að við föttum ekki afleiðingarnar. Við erum ekki orðin það bara nú gáð þannig að það þarf að fylgjast með okkur og sér að við byrjum að margir byrja bara að bíta á leikskóla og þá þarf að segja bara skam, máttu ekki bíta, það þarf bókstaflega að kenna þér að bíta ekki aðra. Ef þú vissir hvað að vera að gera og myndir ekkert bíta neitt og þannig að þetta virkar þannig
þannig að þegar ég sé fullorðið fólk aftur á móti með grindina sem í nútíma samfélagi á samfélagsmiðlum það bara beðið eftir einhverju pinku litlu það alveg ákveðin hópur sem alveg bara búin að safna sér saman í Facebook-grúpum og sem býða bara eftir að ykkur gerir mistök skrifi vitlausan status eða segja eitthvað vitlaust og bara að lesa fyrirsögnunar og þá ræðist það bara á þannig manneskju og koma bara öll saman að því að þetta er svona sem ég kalla löglegt einelti hann búin að gera mistök, yes, við megum ráðast á hann og kalla hann ógeðslegu nöfnum og þetta lið og merkilegt að sjá þetta að segjum hann skrifi eitthvað sem á gráusvæði og skrifi eitthvað bara já, við þurfum að stoppa innflytjendur til að koma til landsins eða eitthvað svoleiðis þá kemur bara fólk og það svo sturlað bara akkur deyrð þú ekki bara með þína fordóma og maður bara, herru, fattar ekki að það sem þú skrifar milljón verra heldur en það sem þessi manneskja skrifar en samt þetta einhvern veginn þetta einhvern veginn löglegt en mér finnst það bara líka enginn þarf nánast að taka ábyrgð hvað verið að segja það fólk mér finnst að vera minna það bara að fólk sé að taka ábyrgð á skriftum bara í nettheimum umfram allir skrifa eitthvað í heat of the moment reiði, biturleiki umfram en mér finnst stundum að fólk bara standa og falla með orðum en það bara svona að ég skrifa þetta ekki ég fortíðinni ég ekki sama manneskja í dag allt góð með það en það svona það stundum mér finnst að fólk vera svona forðast eða fría sig frá ábyrgð þegar kemur að skriftum með umfram að það hvað þú ert að skrifa bara ég skrifa bara Jón Bóndi kálhaus og svo bara næsta þriðjudag rekst ég á Jón Bónda í bónus herru, Daniel sæll Jón herru, ég bara kálhaus manneska bara nei, ég sagði þetta ekki það var bara einhver allt annað sko. Já, meni, það stendur ekki undir í fólk tilbúið að segja eitthvað á netinu og en ekki standa með þeim orðum að þú ert tilbúin að skrifa eitthvað bara Jón Jónsson bara ekki með eins flott bros hann bara fake bros það er bara keypt í Tyrklandi og svo allt í bara tónleika herru var þú ekki í kommentkærunni að segja að ég sem fake bros bara þátt kannski ekstrím hugsunin gagnvart en bara fólk þarf að vera meira að taka ábyrgð ef ætlar að vera í kærunni það mátt ekki vera kastað steinum í glerhús Nei, en síðan, þetta bara breytist allar reglunar það samfélagsreglunar eins og það sem við verðum að skrifa í dag bara fyrir nokkrum árum það hefði þetta aldrei verið samþykkt það var nú í byrjun bara skrifað engin eitt nema einhverja hræður sem voru kannski á einhverju alltaf starku geðlugum eða eitthvað sem áttu helst ekki að vera að tjá sig bara sem bjúka á sambíli eða eitthvað þannig að það voru fyrstu hræðinar sem voru eitthvað að tjá sig en síðan byrjar þetta svona aðeins hægt og róla við utan sig en fólk var miklu dannaðara og ég vil meina það sko, hvernig það er Hildur Liljendal, hún hefði bara breytt samskipta mótinu á íslenskum samfélagsmiðlum bara hún kom allt í hennu bara með þetta fuglabjarg sitt sem allir eru að öskra hana og allt í hennu byrjuði kom bara svona hópur sem var bara aldrei hefði verið áður og hún kemur í farabróti og rífur kjaft og klappkórinn hennar með og byrjar að öskra alla og bara fólk þrífs bara saman hver hópurinn finnst eða bara svona á nútíma samfélagi bara að vera þrífast á neikvæðni gerir það nefnilega og vera bara svona hvað sem málefni að vera alltaf bara í vera í neikvæðni mér finnst það bara svo smitandi að ég reyna bara að forðast það bara þess að heita neld ég held nefnilega, það er mjög gott ég en það er svo forvitin, ég þarf að skoða allt og því miður og stundum þarf ég bara að breyk frá þessu en sko til að laga einelti í skólum, í grunnskólum þá þarf að laga einelti á samfélagsmiðlum það þarf aðeins, við þurfum aðeins að róa okkur þar bara mannlegt eðlið þarf bara að vera það að vera öðruvísi á ekki vera það
Ævar með skrítin eyru, Daniel með gleru, það format á ekki að gera það, en svo líka bara fer bara eftir, eiga allir þá að vera íþróttkallar, eiga allir að vera bókakallar, eiga allir að vera, sem hvað ef við myndum að horfa svona meðalveginn, hvað normið? Já. Normið að vera Hildur Lilledal, normið að vera Harry Potter, normið að vera Ævar með eyrun, ef við horfum á svona skalinn geggar sem vín. Ég með eitthvað eyru út af að segja Ævar með eyrun? Ég að kikið í spegil eftir að fæla í þessu. Já, passaði þetta. Já, en formati sem bara geggar, hvað normið? Nei, ég skilji, við erum öll að finna okkur þar, sko. Ég held að við þurfum bara að eiga samtölin, þú sér núna bara nýlega, bara verða ekki það að fólk finnast bara að vera bara að vopna sig. Mér finnst það bara að taka fyrir eitthvað svona. Ég getur örugglega votta fyrir það með við eitthvað svona hegðun. Ef nývar eða vopn hefði verið, örugglega lenti örugglega 1 eða 2 árásum hefði nývar verið vinsælir í fortíðinni. Eða horfum við hvernig þetta í nútíma samfélagi núna, bara það nærið í nýf eða nærið í skæri, bara það bara að verja mig, ég sá okkar bíómynd, heyrðu eitthvað lag sem bara talaði til mín og það bara gekk cool allt í hennu, bara við þurfum bara að taka eitthvað fyrir allt eitthvað svona, það mun aldrei vera cool að vera opnaði, mun aldrei vera það sérstaklega þegar þú barn, ég á ekki börn, þannig ég get ekki tengt mig við það uppeldi gagnvart því, hvað dóttir þín gömul? 10 ára. Hugsaðir sem móti, veit hvað það, mér finnst það bara mjög ákveikandi hugsaður að sért komin að það þurfa mögulega að fara að henda bara einhver vopnafræðslu. Mér finnst það bara mjög ókveikandi tilhugsun bara í nútíma samfélaginu að það bara hefur vátað. Þetta mátti ekki snerta, þetta skæri, þetta vasanífur, þetta Rambo, að þeir eru eitthvað að fara að kenna fólk að barnu veit alveg hvað forðast eitthvað svona, forðast eld, forðast að setja verkværi í innstungu, að vera eitthvað svona þessa almennlauti, en það þarf að fara verja að kenna börninum hvað vopna og forðast, hvað með stál mjög störla. Sko, það sem þarf að breyta til að byrja með að ef við ætlum að ala börnin okkar, þá þurfum við að taka svolítið gamla mátan á þetta aftur og þá ég ekki að tala að fara að raskilla eða eitthvað svoleiðis, heldur að henda þeim bara út, bara slökktu á þessum iPad, slökktu á þessu síma, farðu þið út á fótboltavöll og fara að hanga með börnum. Börn eru svo mikið og ólingar að alast upp núna bara með símanu sinum tölvu. Þau eru að tala við okkur allan tíman en þau eru ekki að finna fyrirnunum og finna tilfinningarlega. Þannig þetta mjög tilfinningarlaus samskipti svona í gegnum símana en heilina hann einhvern veginn svona lætur þig halda að þú sért uppfylltur svona félagslega. En þetta einmitt vandamáli, þá verður þú svo dofin. Þá finnur þú ekki með eins mikla samkennd og þú átt að gera og þess vegna þurfum við einhvern veginn að koma fólki núna eða börnunum, þeim sem alveg upp, þú þurfum að koma þeim út úr húsi eins og var í gamla dag og þú þarft að hanga með öðru börnum og þurfum að fara að setja eitthvað svona félagsmiðstöður aftur á lagginu og eitthvað og bara henda börnunum þar inn og engi símar, ekkert rugl, bara faraðu hérna og lyktu og fyndu fyrir hinnu börnunum. Já, og faraðu brenna og faraðu í leik, félagsleik. Já, þá kemur þessi samkennd aftur upp og hún á hverfandi velli með þessari tölvutækni, sko. Já, sem alveg normið gaggast því yfir í að það nefnilega sem gaggast því að leika sig bara, ég manalegi þátt að vera ekki mikið það kannski, en ég manalegi fortíðinni þegar var fyrir sem ég þá liggur ég mamma var svona alltaf stöp ég eftir að kæmi myrkur og merkið að fara heima þegar guðljósi var bara kveikt á staurunum klukkan 8 eða 9 og þá var bara tíminn að koma heim bara kortið í frostbit að þú bara vera 5 tíma og það hjóla
Það var líka alltaf búið að ljúga að manni, sko, já, þegar það dimmt, þá koma vondu menninir og það svona skaltu vera komin heim áður en þeir koma, sko. Já. Ég var, þú veist, ég fekk svolítið öfgakent uppeldi. Ég var mikill kunnur, þannig að til að halda mér heima og ég var ekki út eftir dimmu, þá laug annað foreldri mitt að því, sko, settist bara niður. Já, herðu, það var tekin hérna ung stúlka daginn og henni var rænt og síðan var hún brytjuð niður með hnífi, litla bita og hendin í ruslakemslu og ég ennþá með einhverja mynd í hausnum á mér að einhverju litli stelpu sem búið að skera í bita inn í einhverju ruslakemslu og svartu ruslabóku og ég þorði aldrei að vera úti eftir að koma myrkur. En huggaði samt að henda fóðurinn út fyrir úti það er eitthvað samt alveg brútal bara. Það er alltaf mikið, jú, foreldrarnir mínir, sko... Já, en við horfum bara í svona vír saman, kannski kafa og djúpt í það, fyrir bara, ég myndi að það myndi segja við dóttirinn bara, það setur bara, og svo alltaf bara, námsargir maður ekki að tala við dóttirina, að var að vera að breyta niður eitthvað menneski, þetta var bara, ekki segja þetta við dóttirina, bara, hún var bara, hún heldur að þú varst bara að vera myrð einhvern í stíðgangninum og það var bara hún ekki að fara að henda rusli að líki, líkjumfræðin bara svo hausin svo sterkt verkværi að við horfum að í dag liggur ennþá með þetta í hausnum eins og ljósmynd, þetta er ennþá eins og ljósmynd í hausnum við horfum bara eins og bara einhverja slæm bíómynd mondakallinn, rænibarni að það er að og svo bara hverfið það bara mission accomplished og svo bara hverfið það og svo bara kolli og ferðarlega gagvart í hérna huggaði alveg en ég vil samt að segja forvörd alveg með svona á það ég trú að samskipti umfram gagvart í og svo líka bara hægt að svona vera alltaf í blame game upp á samfélagið þarf líka bara að taka ábyrgð á sína eigin hegðun það er hvort sem sem eru samfélagsmiðlar fullorðið fólk aðstæður fólk þarf bara að taka ábyrgð og sýna mér það samstöðu og samkennd yfir í bara þetta er hættulegt, þetta er vont reynum að forðast að vera svona reynum að forðast að nýfari bara að vera í eldhúsinu með henda í stikkur í rétta átt að þú átt ekki nefnum sett að Rambó að fara í stríð sem getur slegið rétta nótur og segja þá máttu vera með hníf en þú ert ekki Rambó og ert ekki neinu stríð þá máttu ekki vera með hníf fólk kannski hægt að segja í stikkur og gaggart í en ég held að sé bara mjög ókveikuleg stað í dag að það er bara hvað þú mátt segja getur sagt og ætlar að fræða til og svona halda bara barninu örugt yfir í það er bara svona burt sér frá einelti burt á félagslega hlutum bara vera bara meira present og vera til staðar Já, það er sko hægt að þessu yfirborðsbulli líka það er allir að þykjast vera eitthvað sem þeir eru ekki og þykjast vera með tilfinningar sem þeir eru ekki og mér finnst gaman að vera bara hreinn og beinn það er mjög skemmtilega ég til dæmis skal óna eitt sem er mjög fáir kannski óna ég til dæmis að finna rosa mikið samkennd óni það eins ég bara segja 100 sinnum og þú alveg upplegar það ég veit ekki hvort við segjum Instagram við ekki ég til dæmis er rosa quotesmanniska og var það líka í fortíðinu þátt að var meira og fólk eru svona bara regla að setja eitthvað inn bara life is a mystery life is the live for today, die tomorrow ég var alltaf rosa mikið svona ágæðgæðar en svo les maður í X-karaktera umfram að vera horfuna en það er bara múið rosa að finna hvernig fólk sér sig í dag gagnvart í fólk finnur mér eiginlega bara forðast tilfinningar ég er mjög opinn gagnvart í að það finna bæði góðar, slæmar, jákvæðar, neikvæðar að ég vil meina að það mótar þig bara enda meira að vera gagnvart í hvernig karakter þú ert en ég held að endar mun það líka bara sigra þetta er bara að loka allt inni
bara eins og eitthvað fjarsakista bara meira setur inn þegar meira setur bara tilfinningar, baldatilfinningar döðsfell og svo fram með þess að þú kýst ekki að vinna eitthvað úr hlutum og einhverju leiti hvort sem að útrás það er rosa mikið af fólk náttúrulega velu áfengi, vímuefni og sem einhverja lausn útrás og ég til dæmis hvað segir maður svona heppni og óheppni að aldrei fundi mig þar að því ég segi ég bara alltaf fundi tjáningamóti, hreyfing umfram að vera eitthvað hurlaðist gagnvart í sem hefur verið en saman tíma móti hefur verið svo sem pæling sem en nú aldrei stjaldar lengi hefði ég verið ruglekall, hefði verið meira svona hins veginn hvort það hefði svona make or break þeim að gagnvart í að horfum bara á hvernig fólk hefur verið flestir brotna náttúrulega bara það í þeim heimi að leita í áfengi eða vímuefni sem substitute sko. En málið að með tilfinningar vandamál að við kunnum það ekki að rækta þær og þetta samt ekki erfitt sko, að rækta tilfinningar þá það mikið að tala það hvernig þið líður og það virkar voðalega sjálfhverfur en þú verður bara að læra að gera á réttan farveg og ég búin að tala það í nokkru podcast núna að við Íslendingar erum rosalega slæmir í þessu að því að við erum svo hrættir að eitthvað dæma okkur og hrættir að vera hallarislegir en máli að þegar þú byrjar að rækta tilfinningarna þínar og gera það fyrst þá þetta bara eins og eitthvað þú veist, ef þú ætlar að fara að læra á skíði þá skíðar ekki niður brekkuna þú ert eftir að detta nokkru sinnum á leiðinni og það gerur þegar þú byrjar að tala tilfinningarna þínar og þetta bara þjálfun og það gott sko í nútíma samfélagi að því að við erum orðin svolítið lokuð aftur að fara til sálfræðing og opna sér þar til að byrja með til dæmis og þá getur þú tala alls konar og þá lærir aðeins inn á hana farveg og lærir á sjálfa viðurkennd manneska hefur reynslu á veit hvað að tala og út frá eitthvað sjónarmið þið líður svona og hann kemur með punta á móti kannski þetta svona sem svona styrkir eða bætir þig og gera meira þessu getur þú leiði betra að kemur enginn með törnlaust bara segðu þessi orð þresa sig í spegil og þið líður bara það ekki hægt þetta alltaf bara spurning bara vinnuna sem þú vilt leggja í sjálfa þig ég nefnilega að æra og þessum gaggart í þú ert náttúrulega bara með einn líkama, einn huga eitt hjarta sem þannig að bara spurningin hvernig þú ræktar og kemur því frá þér Já, líka gera grein fyrir því að í langflestu tilfellum þú ert lausnin á þínum eigin vandamálum það enginn að fara að hjálpa þér að gera það enginn utanakomandi, þú getur fengið stuðning en það ekki sama á lausnin og stundu þarftu utanakomandi stuðning til að geta komist á lausninni en það gerir samt ekki nema þú sækir eftir stuðningi og opnir sjálfa þig en síðan vandamálið að margir kunna það bara ekki það bara skömmin sem að smá þarf ekki að búið fram í en skömmin sem að fólk uppleg það tekur alltaf sér veiklega að biðja hjálp og það bara ertu það minni meira manneska fyrir að biðja hjálp að getur fengið hjálp mér langar í vasklas, mér langar að líða betur eða það bara gaggart í hvað ertu tilbúin að vera svona meiri maður og fá gaggart í fólk tekur í misvel og fólk sem við tala undir rós gaggart í bara að vilja þetta hinsegin að því Jón Jónsson sagði að þetta væri lausnin fyrir mig hvað vilt þú? En þetta góð leið líka sko ef þú ert í vinahóp og ert nú orðin fullorðin þetta ánum meira að það sko úlingar eru þetta ennþá að finna sjálf sig en með fullorðna fólki ef þú ferðir þína bestu vini og biður á hjálp það annarkvort kunna þér ekki hjálpa þér og þá að reikna með því að þeir get ekki hjálpa þér en ef þeir fara að dæma þig og að því að þú varst vulnerable eða veist fyrir þá, ég alltaf með ensku slettur ásakið, en ég eftir að gera mikið en sko, ef þú sýnir svona veika hliðar að þetta flokkast undir það sem ekkert annað, annars væri ekki að biðja hjálp
og ef fólk, og einhver dæmið sem þú heldur þessi vinur, þá það bara góð leið til að sjá, hann ekki vinur og hann á ekki samleið með þér þannig að þá það bara fínt fyrir að læra það þarna að bara já ekkert samleið með þessum manni eins og mér til dæmis í dag minnst ég alveg frekar stórt bakland þátt að ég vinn mikið rosa mikið að rækta sjálfur mig en líka ger líka hluti sem ég langar að gera stundum á það ekki samleið með fólkið sem ég umgangast af því það bara að gera aðra hluti á fjölskyldu og bara en það ekkert að gera það verri manneski fyrir leiti núna þetta betri vinum mínum þetta Sandra Mjöls þetta mjög solid manneska og bara ég fara gegnum með þeirra mannesku í 4 mismöndi vinahópi og við hefum alltaf verið svona last man standing bara yfir í hvað stöndum í lífinu, hvað við erum að gera og svo framvegis. Og það mjög skemmtilegt að segja frá því að það manneska sem ég tel verið eitt af betri vinum mínum. Svo annar vinur, hann var einmitt núna í hlaðvarpi daginn, hann búinn að vera eittur núna 7 ára afmæli í gær, Andri Már Ágústsson. Hann var einmitt svona sterkur manneski með eins og samtökunum umfram. Og þannig að fólk finnir sig bara mjög vel í lífinu hvað það að finna sig mér finnst ég mjög sterk bakland mér þetta að veri að því karakterum en saman tíma móti ég rækta fólk sem rækta mig og ég finn alveg fyrir en ég saman tíma núna var einmitt Andriðinu stofna fyrirtæki með bræður sínum þess að ég minna tíma heldur meiri tíma að rækta viðundina en það með tíma það sé ég ekki að fara að erfa það við fyrir það að hei, núna þú að stofna fyrirtæki það því að minna tími fyrir viðundina en þetta sé alveg viðundina standast í gegnum það bara sem svipað þessu tökum myndlingu bara þessu viðundu sem við eigum núna eigum við bara frekar solid viðnáttu þótt að við þurfum ekki að vera í daglegum samskiptum að við bara eigum okkar líf og eigum bara okkur svo en við eigum okkar eiga bara okkur styrtabend sem styrkir okkur Mér þykir mjög vænt Donni og ég held að það séu bara góð loka orð hjá okkur elsku vinur minn ég ætla að þakka að kærlega fyrir að koma þetta búið að vera gott spjallinni hjá okkur Herðum, Davíð, vilt þú bæta við ykkur? Nei, ég alveg góður Takk fyrir okkur og þangað til næst Bye bye